Góðan daginn og verið velkomin í helgispjall við Rauðaborðið sem helgar og þá fáum við til okkar góða gesti sem eru til í að svona halla sér aftur og tala svona líf sitt kannski auðvitað og ekki hægt að skilja það frá hugmyndum og pælingum en við reynum að vera á meiri persónulegu nótum og til minni komin góður gestur. Það Ásdís Thoroddsen sem að ég myndi nú kalla kvikmyndagerðar konu og leikstjóra, en hvernig á ég að titla þig eiginlega? Þú ert svolítið svona ólíkindatól. Já, ég höfundur, kvikmyndagerðarmaður, leikstjóri. Ég kenni mig ekkert sérstaklega. Svo leikona, þú leikst nú í leikari. Svona, já, leikari, já. Já. Ég það ekki. Ég ekki leikari. En mér finnst gaman að leika. Þú leikst í Skilaboð til Söndru, þarna mynd sem að þar varst alveg svakalegu töffari svona og hefðir geta orðið bara dálítið köld leikona sko. Vonandi ég töffarinn enn. Já, ég ætla ekki að hafa það, en þú komst, þú birtist þannig. Já, en ákveðast að fara ekki samt, halda ekki áfram að vera að leika? Ég stemdi alltaf á kvikmyndagerð og leikstjórn, að segja sögur og yfir höfuð að segja sögu, hvort sem var bók eða mynd. Það var ætlunin. Það margir miðlar til þess. Og þú skrifar og gerir myndu sem heitir Ingaló? Já, hún spratt upp úr því sem var að gerast snemma á 9. áratugnum. Þá voru, sem sagt, mágur minn, Þorlákur Kristinsson, hét hann þá, Tolli og bróðir hans og það var farandverkamenn og þetta var allt í samkrulli og systir mín fór með honum og fleirum landið og var í svona leikhóp fyrir málefnið og sjálf hafði ég verið í fiski og humri og það var bara alvanalegt að fólk færi í sumastörf og svo átti ég góða vini alveg frá 13 ára aldri sem uxu upp á tórunum. Svo að ég mjög þolinmóð hlustaði á allar sögurnar. Og svo kom bara að því að ég setti þetta allt í form og úrvarð kvikmynd. Þannig að við sem hátt má segja að þetta sé byggt á sönnum atburðum þótt að það sé á ýmsa hátt sko. Þú ert með þetta markmið að segja sögur og miðillinn sko, þú eltir ekki upp í miðillinn, þú gerir síðan ekki margar myndir í kjölfari stórar leiknar myndir heldur kannski meira eins og heimildarmyndir og nú ert að breyta töngum, fekkst verðlaun Eirarósina hvatningarverðlaunin fyrir svona frumkvöðlastarf á Raufarhöfn. Sko, þetta með að elta upp miðlinn, ég gerði svo næst Draumadísir sem komst alveg í sýning og arti og ZDF, Sveriges Deutsches Fernsehen, á besta tíma, Kolfjall á Íslandi. Og þá hugsaði ég að þetta væri dálítið dýrt spaug ef landsmenn mínir hefðu engan áhuga á þessu. Svo að ég hætti í þessu. Svona stoppaði, enda var komið þarna annað barn og ég fráskilin. Og þannig gekk þar til að ég var safnstjóri fyrir vestan og þá tók ég við verkefni hugmyndum manns sem var nýdáinn, Jóhann Ásmundsson og hugsaði mér, já, hvernig best að fjármagna þetta og gera þetta að veruleika og afskaplega góður hugmyndir og þegar
átti að fara að smíða bát, þá fjármagnaði ég í rauninni dokumentasjónina með því að sækja í kvikmyndasjóð til þess að gera sögu bátasmíða á Norðurlöndum, kvikmynd, og til þess að geta gert hana, gerði ég leiðarvísi hvernig að smíða bát. Wow. Ég hélt svona 25 manns hefðu áhugað þessu, en uppgötaði að smiðir landsins eru auðvitað allir synir bátasmíða. Já. Svo þetta var nú skemmtilegra, sko, hvað þeir kleiftu við þessu og var gaman að senda út. Þetta myndin ekki súðbyrðingur. Saga báts. Já. Þannig að kannski það ekki ég sem elti miðlana heldur þeir mig. Maður finnur bara og svo það annað með þessa heimildarmyndir eins og ég gera þær. Já, ég hef svo mikið frelsi. Ef ég ætlaði að gera heimildarmynd eins og gert á stórum skala með heilu teymi, þurfti að fjármagna í 3 til 5 ár og þetta væri afskaplega, það ekkert allir, það þyrfti ég að fjármagna á alþjóðlegum grundvelli. Hver hefur áhuga á íslenskri menningu? Engin, nema við. Og hún meiri segja að hörfandi, sko, að hverfandi, sko. Svo að til þess að geta gert þessar litlu myndir íslenska menningu og ýmsa kanta. Það þarf ekki að endilega vera líka bara landið, eins og þarna skóginn, myndin. Að þá hef ég gert þetta. Við erum bara lítill hópur, lítil fjármögnun og enginn að segja manni hvernig efnistökin eiga að vera nema þau verðu að vera falleg og skilmerkileg. Þannig að þú hefur eiginlega, horfið frá þessum alþjóðlega kvikmyndaheimi, stórmyndaheimi sem að verður bara, æþingri í vöfum og svo komur bara MeToo bylgjan eiginlega út frá þeim heimi. Þetta engin smá, svona, þetta svolítið karllægur heimur hefur maður líka heyrt og erfiður og kannski ekki auðvelt fyrir móður að standa í því að fylgja. Já, sko, þetta aðeinslega leiðilegt. Það gaman að hafa verið í kokteil á La Croisette í Cannes, en það þarf maður bara að gera einu sinni. Já. Það ekkert gaman að þessu. Þetta innantóm samtöl, svo lítla sól, leiðist hún og mikið af henni, en það það aftur, ef við tölum formið, nú á kvikmyndin í vök að verjast, gagvart þáttaröðunum og Netflixinu. Já. Það bara kannski í einu landi þar sem hún þrífst vel og það reyndar með ríkisstyrkjum en líka áhuga almennings og það Frakklands. Já. Til dæmis við vorum dálítið sérstök hvað við sóttum mikið í bíó og það var nú held ég bara tengt okkar tildragelsi kynjana vegna þess að fólk fór gjarnan í bíó þegar það var búið að sofa hjá eins og það gerist hér á Eyrinni þegar ég var að vaksa upp. En sko með COVID þá datt niður bíóaðsókn og hún hefur ekki náð sér upp aftur. Nei. Hér á landi. En hún hefur náð sér í Frakklandi. Hvað að gerast í Hollywood hef ég ekkert fylgst með. Ég ekkert svo mikið fyrir þær kvikmyndir. Nei. Með fullri virðingu. Hálfri virðingu. Hálfri virðingu svona, já. En nýja myndið þín, getur þú sagt okkur frá henni aðeins? Já, hún, ég bara áttaði mig á því að það hafði enginn gert svona kvikmynd tónlist á Íslandi. Það voru til margar kvikmyndir tónlistar fólk, ýmsa karaktera, en ekki
svona yfirlit. Ég geri það reyndar oft í þessum myndum að reyna að skapa heildarsýn. Já. Já. Hún heitir Frá ómi til hljóms. Já. Og þessar breytingar sem urðu á 19. öld á tónlistariðkun á Íslandi. Þegar við sem sagt hurfum frá okkar grallarasöng sem var auðvitað á sínum tíma innfluttur og í lítísku svona kirkjutóntegundum og yfirgáfum þessi frumstæðu hljóðfæri, langspil og íslensku fiðluna sem voru líka evrópsk hljóðfæri, auðvitað, í grunninn, finnast víða lönd og svo það rímnasöngurinn sem nú hvergi annar staður iðkaður nema hér. Rímnakveðskapurinn, það ekki? Já, rímnasöngurinn víst eldra orð. Nú það, já. Ég dalt fort. Já. Okay. En það var víst svona samsöða sprottin upp úr dönsunum. Og þetta breytist allt. Sérstaklega við aðkomu dómkirkjunar og betra fólks í Reykjavík. Það þyrfti að fara að syngja rétt og ný hljóðfæri, orgel og harmónium. En svo voru það þingeyingarnir. Þeir höfðu sína eigin prívat tónlistabyltingu. Þegar Jón Jónsson úr Vogum kom með fiðluna og Arngrímur málari arkaði sveitir og sargað, hann var víst ekki nógu góður hljóðfæraleikari en áhugasamur, hann var flautuleikari og þetta bara breyttist út og varð svona sem sagt hálfgert æði sveitir og svo var farið að syngja í röddum, mörgum röddum. Við höfðum tvísöngin en kvint fimmundina en þá allt í einu var það skal ég þér segja fjórradaður söngur og það sem sagt, þetta losaðist svona tónlistarlífið, til góðs eða íls, eða kannski, það ég segi til góðs að því leiti að áhrif bárust annar staðar frá, en mér finnst alltaf gaman að halda við því sem fyrir var vegna þess að það skrítið og skemmtilegt og heldur áfram að auðga andan og tónlistina. En það sem áður var það ekki líka samt í grunninn kannski undir áhrifum frá öðrum menningum, annarri menningu? Alltaf. Auðvitað verður líka til hér eitthvað sem sérstakt og einstakt. Sjáðu bara Íslendingasögurnar. Þetta var þjóðnorður höfum sem skrifaði á sínu eigin tungumáli háklassa sögur. Það var skrifað út alla Evrópu en það var á latínu og eitt dálítið fallegt að okkar handrit eru brún og snjáð. Handrit þeirra í Evrópu eru hvít og falleg. Já. Það segir sína sögu. Það búið að fletta þeim mikið. Já. Okkar bækur voru lesnar. Og líka skrifaður upp af stórum hluta af alþýðu fólki sem bara stöðugt var verið að pára. Já. Þetta svo fallegt. Og mikil virkni. Já. Það svona, maður finnur alveg í þinni nálgun svona að það að þú ferð þínar eigin leiðir einhvern veginn í menningunni svona og berð svolítið óvænt svona hvað þú fjallar og hvert þú ferð. Það svona einhver hugsjón að baki ekki bara segja, þú segir að segja sögur sko, ekki segja hvaða sögur sem heldur það þessi svona einhver sósíalísm í því hjá þér að leyfa alþýðuröddum eða röddum sem kannski eiga í hættu að gleymast. Ekki einhver svoleiðis hugsjón? Jú, að því leyti sko, þegar ég bara áttaði mig á því að á Íslandi hefur engin áhuga á að gera myndir íslenska menningu. Eða það var þannig og í rauninu fannst fólki þetta lummó sem ég var að gera. Það má vel vera. En ég hef haft mjög gaman að þessu og það þetta frelsi líka. En já, það sem rekur mann áfram. Auðvitað það, hvar ólst ég upp?
það bara það. Það maður gerum sitt umhverfi og sitt fólk. Og... Er það meina þá Ísland bara? Ég þekki það best. Já. Ég hef verið búið erlendis 7 ár og verið miklu lengur í Berlín. Alla bækur sem ég les núna þetta allt evrópskt, þarna frá meginlandum, Evrópuskaganum. Já. Ég hef búið í Svíþjóð, ég hef mjög mikinn áhuga á Norðurlöndum. Ég svona, ég fer heiminn í bókum og myndum. Ég ferðast lítið. Ég hef ekki tíma og peninga. En þetta samt ekki svar við því, þú gætir verið að lesa, þú gætir verið að tala þitt heimaland og Evrópu, en samt verið að fjalla drottningar og það sjónarhornið samt sem áður. Maður verður alltaf að horfa á samfélag, sko, það greining. Maður verður að horfa á þetta sem heild. Og hvað stýrir og þarna bara viss marxísk sýn. Maður horfir á stéttirnar og hvernig þetta skapast. Og það sagan sem oft erfitt að koma fyrir í kvikmynd. Drifhjól sögunar. Og ég hef nú ekki reynt það, ekki en samt sem áður, af því að það svo stórt og það þarf maður að hafa þáttaröð og mikinn pening, en samt sem áður þá með því að taka ekki alltaf eina persónu út. Ég vil skapa samhengi að því leitis að veita sögunni áfram svona leið. Veistu hvaðan þetta svona sú hugsun eða sú líka listræna sín sprettur, hún úr frá þessum árum þegar þú varst einmitt ferðast með farandverkafólki, þetta svona þannig eða þetta úr þínu uppeldi? Ég fór ekki með, ég horfði bara, það var systir mín. Já, sem fór þarna hrygginn, farandverka. Já, en sem varð kveikja hjá mér. Já. Og ég var í fiskinum og humrinum og fleiri störfum, önnun líka, eins og allir þá. En þetta þetta bara uppvöxturinn. Ég var í móðurætt, ég afi minn var járnsmiður og svo verkamaður og amma mín gerði hitt og þetta af bændaættum, kenndi á orgel og saumaði út fyrir fólk og stofnaði samvinnufélag húsmæðra í kreppunni, keypti 2 þvottavélar og rak það með öðrum og þær voru allar með kriplaða fætur, ber út mokkan á morgnana, áður fóru í skóla, systurnar, sem sagt mamma mín og systur hennar. Kripluðust þær af þá morgun? Litlum skóm. Já, litlum skóm, já. Hins vegar sem sagt í föðurætt þá ég Ásdís Thoroddsen og það voða mikið eitt af þessum höfðingjaættum eins og var sagt við Breiðafjörðin. Já. Getur aðeins sagt okkur bara svona að þetta nú helgispjallið sko, að þá nú svona hefð fyrir því að fara aðeins í ættfræðina, þótt að sé alltaf erfitt sko, ég þarf alveg að hafa mig alla vill að sjá þetta ættartrið, þú veist. Ég ættblind. Ég kann ekki að rekja ættir en ég skal... En ef þú bara byrjar á sem sagt, getur þú sagt sko nafn, af því að við vorum að fletta þessari bók eftir pappaðinn. Gríðarlega skemmtileg bók. Eins og gengur. Já. Endurminningar Sigurðar Thoroddsen. Og hann nú svona þekkt númer í íslenskri... Verkfræðinga og menningarsögu. Gefin út 1984. Já. Þarna lýsir hann sínum samtíma og samferðarfólki og... En hætti því að koma verkfræðistörfunum. Hann sagði að það væri svo leiðilegt. Að lýsa því, já. En getur gefið okkur nafnið á honum? Hann Sigurður Thoroddsen. Verkfræðingur, já. Já. Og hún heitir, móðir mín hét Ásdís Sveinsdóttir og var
gullsmiður en hún smíðaði bara í silfur. Og hún var nú frumkvöðull í módernismanum á Íslandi í smíði skartgripa en fór í silfursmíðina bara vegna þess út af einmitt hefð. Að því að var grundvöllur fyrir því samfélagin. Já. Var hún að gera eitthvað þjóðbúninga? Aldrei. Skart, nei. Hún var svo fyrsta sem sendi á sýningar erlendis og hún var alltaf að fá einhverjar pantanir, þeir skildu ekki, hún var bara út í horni heima hjá sér. Hún var að passa 4 börn. Og þið eru 4 Alsískinni, svo 3 hálfsískinni sem eru miklu eldri. En þau eru öll dáin. Já. Halldóra systir. Hún var alsískinni, hún er dáin líka. Já. Það mikill söknuður henni rithöfundur. Já, maður jafna sig nú seint á því. Já, þið voru svolítið nánar. Já, hópurinn, sískinahópurinn, mjög náinn. Já. Og hvar ólust þið upp svona? Við ólumst upp á Kleppsholtinu, sem þá var útkverfi, undir 12 hæðarblokkunum og með útsýni við flóan. Það var gott og maður sá lægðirnar fara yfir Reykjavík. Það var fallegt útsýni, stórt hús, Sigvaldahús, 300 fermetra parkett hitaveituhús. Sem ég var hlaupum, maður átta sig svo seinna. Þegar maður fer innst í Haukadal og horfir niður í Tótt sem lagðist í eyði á sama tíma og ég var að hlaupa á þessu parketti, þá hvað tímarnir hérna skarast á þessu landi. Hvað hérna... Hvernig þá? En sem sagt, þetta var... Nei, getur aðeins lýst í samt. Hvernig tímarnir skarast með Haukadalinn? Já, það er bara þetta þegar maður átt að segja á því hvað þar sem ég var að alast upp og það var mjög mikið frjálsræði. Hvað er langt frá þessum Tóttum sem ég horfði onni og uppgötaði að fólki flutti þarna á sama tíma og ég var berfætt að hlaupa á hitavitu húsinu. Það var mikið frjálsræði. Það var föst hefð í fjölskyldu föður míns. Þau voru, amma mín var prestsdóttir en eitthvað, hann hafði verið strangur, langafi minn, var þó sá fyrsti sem talaði fyrir menntun kvenna á Íslandi, 1845. En, já. Er það Skúli? Nei. Það er Guðmundur, hét hann. Já. Þetta er faðir Theodor Thoroddsen. Já. En hans, sem sagt, og þær systurnar og lásu frelsi kvenna til John Stuart Mill. Já. Sko maður, en hann var vist hústýran, eins og Þjóðverjar kalla. Segja Ólína og Herdís Andrésdætur eða önnur hvor þeirra í bréfi sem ég las. Og ég held að það hafi verið af óhamingju. Þau hjónin mistu 7 eða 9 börn, ég veit ekki hvað mörg. 3 komust upp af þessum 11 barnaskara. Það var barnaveikin. Og þetta er séra Guðmundur Einarsson, er það ekki, sem var prestur í Kvennabrekku og Breiðabólstað og alþingismaður, svona þekktur maður fyrir að tala fyrir kvenréttindum? Já, hann var sá fyrsti sem komið frumvarp menntun kvenna að ég held, já. En sem sagt, þetta eru bara... Ég þekkti ekki þetta fólk, ég fætt 59 en það er auðvitað gaman að eiga svona gamlan langafa og einnig föðurætt föður míns að þá er langafi minn fættur 1818 og það er gaman að þessu. Já. Misgengi.
í misgengi kynslóðum. Já, en þarna sko þessi langafi, Guðmundur og kona hans, Katrín Ólafsdóttir, þau eru foreldrar, eins og segir, Theodóru Thoroddsen. Já. Og hún gift Skúla Thoroddsen. Já, og þetta var mjög pólitískt fólk í þá, þegar þau voru uppi. Og einmitt, eins og maður hefur lesið líka í bók Ármanns Jakobssonar Skúla. Og svo líka ævisaga Skúla eftir Jón Guðnason. Og það var gaman að lesa hana. Eldur í æðum eftir Þorstein Thoroddsen, hún mjög spennó. Og svona, Skúlamálin, sko. Já. Á Ísafirði. En það var svo skemmtilegt þegar ég var fyrst í fiski í Bolungarvík og svo fór ég að vinna í búðinni hérna við Silfutorgi, Björnsbúð, á Garðari. Og þá var þarna ennþá fólk sem hafði verið börn í skúlamálun. Þeim fannst gaman að ég væri að versla þarna, væri þarna í kjötinu. Já. En að því að við byrjuðum á þessu frelsi, þegar þið eruð einhvern veginn að hlaupa þarna eitthvað svona svolítið frjáls á þessu parketti. Já, ég ætlaði nefnilega að segja frá því að út af þessari hvaðan langafi minn var stríður karakter, að þá sko fyrstu föðursystkini mín voru skírð en ekkert þeirra eftir að langafi minn féll frá. Sem sagt, það var ekki talað trúmál heima, engin messaði yfir manni. Eins var þetta með mömmu að ég held að hún hafi verið trúið á sinn hátt og kristin og hún syngdi mig áður en ég fór í skyrtuna. En amma hafði verið ströng, mjög lútersk og lét hana fermast í tvígang að því henni fannst hún ekki kunna kverið nógu vel. Svo að mamma fékk afnæmi fyrir þessu. Já. Svo að hver gerði svona nokkurn veginn það sem hann vildi, hvort sem var í trúmálum eða það var samt sem áður auðvitað eins og hverju heimili siðir og reglur. Og það var bara til góðs. Við settumst að borðum og héldum máltíð hvert kvöld og ræddum málin, diskuteruðum. Já, það svolítið, þannig að það hefur verið hlustað svona á ykkar sjónarmið og... Mikið tala. Já. Og þið hefði verið meðvituð eða þú, tölum bara nú fyrir þig, meðvituð þessa... Ég veit ekki, einhverja arfleið í fjölskyldunni að þarna einhver langafar og langömmur sem eru brautryðjendur. Já, fyrirgefðu, ég grip frá mig. En það þetta þannig eins og bara allir flestir eiga sinn ættgarð á báða bóa og gaman og samskiptin voru meiri við móðurfólkið af því að það var nær í aldri og svo það dálítið á Íslandi að konurnar, mæðurnar sjá fjölskyldusamskipti eða skipuleggja þau, finnst mér, sem verður til þess að, kannski þetta óþarfa fullyrðing, en að samskipti við móðurfólkið sé oft meira. En þetta þjóðþekta fólk sem við vorum að tala svona, sem var dálítið í bara eldlínunni, það pappaðins megin, það Thoroddsen fólkið, en mömmuðina megin, hvernig var það líka svona? Það var í eldlínunni, en annar staðar sett og mun síðar. Það gat verið hart. Hvort að Sigga frænka hafi verið að segja frá því þegar amma var að smurja í box fyrir þær og senda þær í Keflavíkurgöngu 9 ára og Dóru systur og Siggu og svo gengu þær alveg, þrammuðu þær frá Keflavík til Reykjavíkur og svo mætti þeim heimdellinga skarinn í Austurstræti og kastaði grjóti. Og þá var þarna kona í svona rykfrakka á
og fór inn í miðja gönguna og náði þessar 2. Það var Katrín föðursystir og dróð þær út og þar mætti hún skaranum, heimdellingunum og hún var með sígarettu og þá brenndi hún sér leið. Svona hart var þetta. Vá. Já, þetta voru ofboðslega harðir tímar og bara þetta að senda 9 ára krakka. Daldið, amma var líka hörð. Mamma mömmuðinnar. Já. Og en raungóð. Og hvaðan er hún af landinu? Svona, veistu? Hún er líka úr Breiðafirðinum. Þetta er allt fólk úr Dölunum og Barðaströnd og Eyjónum. En Sveinn afi, hann var af Suðurlandi. Ok, þannig að hún er send til mennta, lærir gullsmíðar, þannig að... Hún móðir mín? Já. Já. Og ekkert send, hún fór sjálf og þá tiltölulega seint sko og þá eftir að hún var búin að, eða það bil þegar hún var komin með fyrsta barn. Og svo er það, og önnur móðursystir mín fór allavega til Vínar að spila á hljóðfæri og svo þriðja, hún fór í handmennt, hannyrðir til að kenna. Svo að það var ekkert slegið slöku við. Og svo er þetta aldrei fyndið, sko, af því að þetta var nú ekki ríkt fólk. En amma saumaði á dæturnar nætur úr Parísatískunni. Já. Ég held að ein sagði mér, ein kona sem hafði, að þær voru best klæddu dömurnar á þessum tíma. En hvernig er þetta svona stjettalega séð? Þú segir það er ekki rík, þetta er svona fínt fólk í skilningunum sko, eða þær? Þarna var sko, í kreppunni, hún fekk senda 3 lunda úr Breiðafirði og hún bjó skóf utan af þessu og bjó til kjötbollur og Sveinn afi fekk 3 og hver dóttirinn fekk 1, en hún tók ekkert fyrir sig sjálfa. En seinna sko ein giftist verkfræðingi og önnur Nóbelsskáldi og svo 3. verkfræðingi og þannig bara eins og urðu millistjætt. Já. Eins og gengur gerist. Já, en ég ætla nú ekki að segja fínt fólk sko í skilningunum ríkt fólk eða svoleiðis heldur. En það er svona kultúral, svona menningar... Algjörlega. Menningar sjóður þarna í þessum... Það verður að minnast á móður ömmubróður minn Ívar. Já. Sem að bjó mikið og vann með afa mínum og hann sá húslestra þarna og það voru bækur Halldórs og Þórbergs og sem að þarna voru að koma fram sko. Þetta var sem að lesi var í þessu húsi sko. En ég held að það hafi verið svona í fleiri húsum. Ég held að fólk hafi verið fróðleiks og menntunar þyrst. Já. En þá er sko, samanber þessi líka almenna eign til dæmis áður á handritum og... Fyrirgefðu, sagði þið hvað hann hét? Ívar. Ömmubróð Ívar, gott að það komi fram. Já. En sko, en þannig eru ýmsir áhrifavaldar á þig og dattir ekkert í hug annað en að verða listakona eða svona... Það var nú alveg forskrifað að ég ætti að verða líffræðingur. Hvernig stóð því? Á því að ég safnaði náttúrugripum og skeljum, nokkuð merkilegt skeljasafn sem ég byrjaði á þegar ég var 9 ára og alveg til 11 ára aldurs og naut vináttu minnar við Ingimar Óskarsson, náttúrufræðing úr Svarfaðardal. Ég var aðdáandi hans, ég hafði komist í bók mjög ung, þar sem ég var í sveit, Vík í Skagafirði, það var líka bókaheimili og það var svona bók með samantekt af alþýðuerindum sem að Ingimar hafði haldið í útvarpinu
og þetta sem sagt varð mín biblía sem sagt fyrir utan 1001 nótt og þjóðsögur og ég fekk pappa til þess að kynna mig fyrir honum. Svo ég var mjög oft á stofunni hjá Ingimari þegar hann var að telja hringina í kvörnum þorskfiska og var að skoða, hann átti líka mjög merkilegt skeljasafn og þetta var sem sagt minn mentor. Já, þannig að þú hugsaðir með þér fyrst að alltaf verða líffræðingur eða náttúrufræðingur. Já, og það héldu allir. Svo þegar ég skiptum, þá varð fólk hissa. Og manstu svona hvað var til þess að þú skiptir Það bara, það máluði allir heima með vatnslítum. Eða ekkert allir. En ég og pabbi og bróður minn og það var mikið, sem sagt við sátum við þetta og svo var ég svona sagnaþyrst, þjóðsögur og 1001 nótt og þessar bókmenntir, bara þetta lásu allir, allt sem fyrir lá á þessum tíma. Svo gerðist þetta eitthvað tíman að ætli það hafi ekki verið bróðir minn sem að hann stóð út í miðju lúpínubeði og hann var með tepp sig og með hatt og hann sagði já, af því þetta var svo himinblátt ætli þetta verði ekki sena í kvikmynd og þá áttaði mig á því, ég var nú bara ung 11-12 ára, það væri hægt að búa til kvikmyndir maður gerði þær og svo lék ég líka 8 ára í kvikmynd, ég lék lík í Frysti og það var mjög skemmtilegt og ég spurði hvort ég ætti að túlka eitthvað, nei, það var ekki beðið það, bara og þetta sem sagt, svona, þetta kom smám saman til manns. En þessi bróðin hann með hattin í lúpínubeðinu, er það Dagur? Nei, það Jón Sigurður Thoroddsen. Já. Og nýlega þá, já, hann hefur haldið 2 einkasýningar nýlega og gaf út bók með myndunum, en það gamla myndir, hann veiktist seinna. Já. En Dagur er bróðir ykkar, er það ekki? Já, hálfbróðir. Dagur Sigurðarson, ljóðskáld sem hann líka. Já. Já, þannig að þessi lista, það er bara eins og við talað geðveiki ættinni, þá er svona lista, æðin er þarna dálítið rík, svo lesa þú bara einhvern veginn ekki geta annað en farið inn í, látið undan þeim svona strömi. Það var ekkert að láta undan, maður getur gert svo margt. Maður bara velur eitt. Mér finnst líka gaman að vinna vísindalega, en það er erfitt, af því að það krefst þolinmæði, mikillar þolinmæði. Ég er að skrifa bók, fræðilega bók, sem sagt stöðugt að vitna í heimildir og hafa allt pottþétt. Þetta er næstu hugaræfing. Þetta er agi og skipulag og tekur tíma. Og tekur ofboðslegan tíma. Og ég ætla ekki að spyrja þau þessa bók hérna, því ég veit svolítið hvað hún er og hún er, þú ert búin að segja mér það og hún er mjög spennandi, en við svona rættum að það væri kannski ekkert svo sniðugt að það sem kallast að kinksa eða jinksa, eins og Andri Snær sagði hérna síðast, við þorum ekki að tala hana. Nei, það er betra bara sjá til með það. En getur þú svona ímyndaðir, munið þetta taka, 1 ár, 2 ár, 5 ár? Ég veit ekki, það er svo mikið að gera. Nú veit ég ekki alveg hvaða kvikmynd ég býr til næst. Og svo líka kemur það yfir mann hvort maður býr til, fleiri. Ég er nú farin að reskjast. En það er svo gaman að búa til. En svo er það tankarnir fyrir norðan. Það er skemmtilegt að standa í því. Já, segðu okkur aðeins, þetta eru sem sagt, þú segir, lýsistankar sem að þú ert að breyta í. Hugmyndina áttu þorpsbúar sjálfir
2021. Raufarhöfn. Já, þeir samþyktu þetta. Þeir báðu þessum töngum gríða. Já. Þeir vildu gera eitthvað skemmtilegt við þessa tanga. Já. Og svo var það þannig að í júní þá var ég með fólki á ferð. Það var út af því að verið var að opna baskasýningu eða baskasetur í töngunum í Djúpuvík. Já. Og með mjög fallegri sýningu þar. Og þetta var afskaplega eftirminnilegt og fallegt allt saman og baskar komu og sýningin falleg og þá hugsaði ég hvað með tankana á Raufarhöfn. Og spurði svo því ég kom norður, hvað með tankana hérna? Þá var bara, já, dregið tölva frá, hvað segiru? Og byrja bara að gera umsókn og áður en ég vissi að þá var ég komið þarna með hurðarásum öxl og meira segja 2 tanka. En það sem sagt þetta eins og flest mitt, þetta marg borgar sig ekki fyrir mig persónulega, talandi í peningum, að því að þetta, en það er bara svo gaman að standa í þessu. Þannig nú svona verkfræði genið frá pappaðinu kannski kemur riðst fram. Eitthvað. Já, en að segja kannski líka kvikmyndagerðin, það er svo mikið skipulag, krefst skipulags og að sjá fram í tíman og raða upp verkefnum og þess áttar og það nýtist manni í svona vinnu. En er þetta þá sko, eiga þá þessi tankar að verða svona bara menningar miðstöðvar? Bara listatankar í staðan fyrir lýsistankar og það er bara mikill hugur í íbúum Raufarhafnar. Þeim þykir þetta skemmtilegt og það er komið þarna eitthvað í gang eða verður með sumrinu. Þetta eru alltaf byrjunarreit sko ennþá og það þarf að gera ýmislegt. Til dæmis þarf aðeins að bæta þakið og þess aftar. Það þarf að fá hinn og þennan búnað en allt bara með hægðinni. En hvernig kom til að þú fluttir til Raufarhafnar? Má spyrja? Já, ég melduð þar, býnu á báðum stöðum sko. Reykjavík og Raufarhöfn. Já, að því að fólki mitt í Reykjavík en ég mikinn hluta ársins fyrir norðan. Já. En það kom til þess að vinur minn Snorri Freyr Hilmarsson, leikmyndahönnuður, hann hringdi í mig, held ég 2010 og spurði hvort að ég vildi ekki taka hús í fóstur á Raufarhöfn. Og ég segi, nei takk, sagði ég. Þá ein og með 2 börn og lítið fjö. En svo lendi ég á séns sem var langvarandi og ég og Pétur Magnússon, við slóum til og tókum þetta hús í fóstur sem er Kaupfélag Norðurþingeyinga. Nú. Fyrsta. En hvað þýðir það að taka hús í fóstur? Þetta kemur frá því þegar var að taka flag í fóstur, þegar fólk fór upp á sitt eigi sjálfdæmi að rækta upp flög í náttúru. Að taka í fóstur hús, þá bara tekum maður svo að segja við rúst. Við þurftum ekki að borga neitt, en þið eignuðust ekki, sko? Samt. Jú, eignuðust. Nú, já. En með því skilir það að hafa þetta allt afskaplega fallegt að utan eftir 3 ár, sem við stóðum við og snérum okkur að því að gera upp fyrir innan. En á meðan að við vorum að gera það, fór allt í kless og utan og aftur að þetta eru þrælabúðir eins og allir eins og allt svona. En það er svo skemmtilegt við þetta gamla kaupfélag frá 1927 og það er að því að allir gluggar voru brotnir og það fauk í gegn, þá skemmtist ekki innréttingarnar og ennþá er sem sagt allar hillur og skúfur og allt heilt og svo kom gamalt fólk í heimsókn og sagði, já, þarna var textíldeildin og þarna var þurrvaran og þarna nýlenduvörurnar og svona. Og gerður bíómynd þess? Að gera, þetta er auðvitað eins og leikmynd. Já.
En stundum þá vill maður ekkert vera að gera svoleiðis. Það bara að hafa gaman af og njóta. Njóta þetta auðvitað allt með sögu. Og mér finnst stundum að þetta tilheyri ekkert endilega mér þótt að ég sé skrifið upp á fleirum á pappírnum heldur bara fólkinu. Þau byggðu þetta var samvinnufélag. Já, þetta var, kaupfélagið var samvinnufélag og þú ert einhvern veginn komin inn í samvinnuhreyfinguna óbeint núna. Það er svo falleg hreyfing. Leitt að Framsóknarflokkurinn skildi ekki hafa staðið betur vörðum þá hreyfingu. Já, og engin annar þá kannski beint. Þannig að þú ert svona í þjóðþrifaverkum svolítið. Maður sér að þú ert listakona en þú svona ekki lendir út í. Þú kýst þú ert safnstjóri á Hnjóti, byggðasafninu þar og þú svona, já, margir myndu segja að þú hafir lent út af þessum hvað er það, framabrautinni og farið svona lent út á land. Já. Nei, það er nefnilega svo gaman að lenda í ýmsu og leyfa gerast. Maður kasta steini og horfir á gárurnar, sko. Þannig er þetta bara, maður gerir hitt og þetta og sér hvað verður úr. Sumt lukkast vel, þetta verður maður líka að hafa áætlun, einhverja, og maður vandar sig við líf sitt, en maður leyfir því að gerast. En þú ert líka með Skeljasafnið svona í þér. Það er komið. Þetta litla svona, ég meina þú ert með fókusin á þessu smá, en svo ertu líka með stóra samhengið, þú talaður áðan mikilvægi þess að setja og litlu sögurnar og setja það samt í samhengi. Alveg hárrétt aðtuga hjá þér. Ég vil aðeins segja frá Skeljasafnið betur. Gefum því smá tíma. Já. Ég fann nefnilega á Sorpu gamalt taflborð sem einhver hafi gert í smíði, vanda sig við. Og ég tók það norður, en svo nú er ég búin að losa af taflplötuna og setja glerplötu og undir Skeljasafnið frá því að ég var 9 ára, 10 og 11. Já. Allt merkt með latneskum nöfnum, hver tegund. Þannig að er þetta inn í gamla kaupfélagshúsinu þá? Já. Býrðu þú þar? Þetta er mikið stolt hjá þér. Ég býð þar upp á lofti. En þú ert þá að búa til, þú ferð frá því að vera safnstjóri í litlu minjasafni af Vestfjörðum og þú ert svona í þann mund að koma upp þínu eigin minjasafni eða hvað, kannski þitt lífi eða hvað? Nei. Það er nefnilega, ég held að ég hafi þetta meiri segja frá þér. Án þess að hafa hlustað á nokkuð þetta erindi sem þú ætlar að flytja. En það var einhver lítið text og ég hugsaði að þetta væri alveg hárrétt vegna þess að það er munur því að var fyrir vestan en Hnjóti, safnstjóri og þá spurði ég sjálfa mig hvers vegna er ég ekki ánægð í þessu skapandi starfi sem að vissulega þetta er. Og þú hafðir í þessum stutta texta gert greinarmun á söfnun og svo listsköpun. Sem sagt það, nei þá þú mást ekki, þetta er svo mörg ár síðan. En það er þetta að safna og verja og geyma, en svo þegar maður er listamaður, þá býr maður til og mjög gjarnan eins og börnin, maður skemmir. Maður geymir ekkert endilega. Þetta er svona tvennt og það er nær mér að ég myndi ekki nenna að búa til safnum sjálfa mig. Ég skora nú samt á þig af því að þessi greinarmunur náttúrulega líka svo skarast þessi svið mjög skemmtilega. Safnstarfið er afskaplega skapandi og skemmtilegt og mikilvægt fyrir fólkið sem vill hafa aðgengi að sinni sögu. Já, og líka þessi hugmyndi mitt að það séu saga svolítið hvers og eins sem kemur saman í einu safni en ekki bara ein stór saga á opinberu kannski einu safni. Já, það er svoleiðis. Einhver tíman heyrði ég einhverja, ég vil ekki nefna hana, amast við þessum
sýningum og setrum út landið. Sú kona sem sagt sér mjög stórt safn eða menningarstofnun. En sko með þessum setrum og sýningum víða út land og söfnum þá sko dreifist menningin til þeirra sem eigana. Og það alveg eins og með kórstarf og leiklist út allan. Hvað heldur að fólk hefði áhuga að fara í þjóðleikhúsið nema því að það sjálft að leika og horfa á sýningar heima hjá sér. Sko þetta hin hliðin. Líka, hvað heldur þú að sko með tónlist, klassík, symfóníu, maður heyrir þetta stundum. Hvað heldur að ég hafi áhuga á symfóníu hljómsveitinni? Maður ólst upp, fólk á mínum aldri ólst upp við klassíska tónlist í Ríkisútvarpinu og ég fór aldrei á symfóníu tónleika. Aldrei, 12 ára og þar til var það í fyrra. Þá fór ég að sækja symfóníu tónleika þegar ég var hér í bænum og allt öðruvísi að hlusta á þessa tónlist af plötum. Sko fólk sem iðkar, mín tónlistarmenntun náði bara eiginlega eitthvað, ég var afar slakur og slæmur píanóleikari og ennþá að glíma við 2 lög, alla mína ævi, eitthvað stutt eftir bak sem ég næ aldrei. En ég fór í kór og söng hjá honum Ingólfi Guðbrandsinni. Söng þarna efri sópan. Í Pólifónkórnum? Já. Og hámálmessan. Þetta var minn skóli. Og svo hitt var að syngja á Austurvelli til mótmælum gegn Kárahnjúka virkjun. Heilan vetur. Það var líka góð æfing. Svo var þetta aldrei fyndið sko að því að ég var á ferð með ferðamenn næsta sumar og eftir og var í Reyðarfirði og það var hlýtt og allt opið og í kirkjunni var að æfa, kirkjukórin var að æfa svo ég gekk inn og greip og þeim þótti bara gaman að fá gest og ég tók þátt og þá spurði hún mig hvort ég hefði sungið í kór af því hún tók eftir að ég var með vel þjálfaða rödd. Þá sagði henni ég hefði verið að syngja í mótmælunum á Austurvelli allan veturinn. Hvernig tóku því? Henni fannst þetta, hún var útlensk, hún tók því vel bara. Já, það mjög fallegt að þjálfa röddina í mótmælasöng og svo í hámálmessu Bachs, það dálítið góður skóli. Þetta er mikilvægt starf út allt land. Já, rosalega mikilvægt náttúrulega og þú ert þarna eiginlega svona, ítreka eða andmæla einhverju sem að þú telur vera svona einhvers konar hroka eða elitisma eða eitthvað þótt að við kannski ætlum þessari ónefndu konu sem ég veit ekki hver hún er góð vinkona mín. Þetta ekkert bara hjá henni, þetta líka oft í leikurum gagnvart þeim sem eru áhugaleikarar eða gagnvart klassísk menntum sem líta niður á alþýðukóra. En sko... En þetta úr þínu uppeldi, sko, það hefur ekki verið svona elitismi sem sagt þótt að væru aldrei eftirnöfn og svoleiðis, það hefur ekki verið þið hefur ekki verið alin upp í svona, nei, að þið verið eitthvað betri þá en... Ég lærði að fela eftirnafnið þegar ég var í fiski. Já. Það allt í lagi. Þetta stóð aldrei í mér. En svo þegar þú ert í fiski og hvar lærður þú kvikmyndagerð? Ég var í Berlín og fyrst byrjaði á því að fara til Svíþjóðar og var þar í leiklist eða sem sagt drama, þetta var dálítið alhliðanám og fór svo til Berlínar, lærði, kunni ekki þýsku, hafði við barist
en lærði málfræðina utan að. Þess vegna komst ég hjá því að fara í þýsku áfanga áður en gat farið beint í heimspekina sem ég skildi ekkert í. Nei. Og það var bara ein heil síða, þetta var Immanuel Kant, metafísik des Sitten og í lokin þá kom ein hjálparsögn og maður átti að lesa eina blaðsíðu heim og ég. En fór þá í tutorium svona hjálpar áfanga og þar sem ég eignaðist vini og mér þetta var svo fróðlegt vegna þess að þegar maður fiðrildi til hugans hefur enga aga og ekki neitt þá mjög hollt að fara í hræðilega heimspeki þar sem vængirnir kliftir af manni stöðugt sí og æ og bara sem sagt rýnt í orðin og hvað þau segja og ekkert annað. Og þetta var sem sagt ameríska stefnan í heimspekinni sem ég lenti í sem að ég man ekki einu sinni hvað þarna voru eitthvað væringar á milli svona dialektísk eitthvað nema hvað, þetta var ágætt skóli og meðan ég var þarna þá sótti ég Deutsche Film- und Fernsehakademie sem kvikmyndaakademían þarna og ennþá starfrækt. Og hún var líka mjög skemmtilega losarleg af því að hún hafði orðið til í stúdentatímanum 68 svo að við vorum mjög sjálfráð og fengum þetta frelsi að gera ferlega feila og skipuleggja sig á sinn. Það þetta skipuleggja sig sjálfur. Þegar maður horfir á krakkana nú fyrir allt aðra átt. En býta aðeins að þegar maður sér krakkana nú til dags allavega í skipulögðum íþróttum. Við vorum sjálf upp í Holti 6 til 12 ára gömul og skipulögðum íþróttirnar. Langstökk og hlaup og mældum og skráðum. Fórum við bakað kökur, allt í kökukeppni var í tísku í vikunni og þetta var allt skipulagt á okkur sjálfum. Og þetta nú góða punktur og þetta eiginlega mjög mikilvægt í þá menntun og uppeldi að íþróttahreyfingin getur verið stórskaðleg fyrir fólk sem það bara hlýðir. Já, svo nú bara ekki bara afreksíþróttirnar, ég að tala þær. Og foreldrar verða líka hálfgerðir þrælar þessar skipulags og þeysingi í einhverju endalausu skipulagi afreksíþróttirna. 8 á frídögum að fara eitthvert og kaupa einhverja rétta búninga. Þar sem ég var í sveit í Vík, svo Ingibjörg tók við af Hauki og Áslaugu, Ingibjörg og Sigurður. Og þarna var farið vel með okkur krakkana, mulið undir okkur, en við fengum að vinna. Svo tóku þau Ingibjörg og Sigurður við, og svo hætti Ingibjörg að taka krakka frá Reykjavík. Svo þau hefðu enga áhuga á dýrunum lengur, sveitafinni, þau vildu bara vera í einhverjum búningum að spila fótbolt og ekki einu sinni í bomsonum lengur heldur í einhverjum rándýrum íþróttaskóm. Hvað heldur að sé gaman að hafa svona krakk í sveit? Bara ónýtt. Þetta sveitatvölin og tengingi við náttúruna líklega bara og skeljarsöfnin og allt bara hefur fókið út veður og vind með íþróttahreyfingunni. Nei, ég nú kannski dálítið æst og fordóma full. Maður pantar nú bara mynd samt þetta Þetta væri nú dálítið svona skemmtilegt samhengi að sitja í hvernig íþróttahreyfingin hefur bara heila rústað okkar. Nei, það hins vegar finnst mér óþægilega mikil dýrkun á boltaíþróttum til dæmis gegn öðrum íþróttum og svo afreksíþróttum gegn bara almennri gleði við að hreyfa sig, útivist og íþróttum bara sér til gagns og ánægju sem sagt óskipuleg gleði. En maður heyrir líka á þínu lífslaupi því svona við erum bara rétt að byrja, maður heyrir strax að þú
þú hefur ekkert gengið inn í neitt skipulag, sko, þú veist, þú hefur ekki gengið neitt einhvern veg sem var ákvarðaður af öðrum eða gengið í fótspor, af því að þú ert þarna bara að brasa við að búa til, að fara þína leiðir svona einhvern veginn. Já. Og hefur fengið það er rétt. Og mér finnst stundum erfitt félagasamtök verða að vera. Og Guði sé lof og þökk fyrir 100 ára sögu verkalýðshreyfingarinnar. En ofboðslega erfitt að vera í félagi. Já. Hvaða félag sem er út í hvaða tilgangi sem er. En ég meina, góð, þetta er bara grundvöllurinn. Verkalýðshreyfingin. Hreyfing sem sagt öll sömul. En þótt að þú sér svona með, hvað er það, þú ert svona margvirk á mörgum sviðum, en þú er ekki svona látið... Ég hef alltaf verið í pólitík. Já. Fótgönguliði. Ég var hérna Íraksstríði, Kárahnjúkavirkjun, ég var á Austurvelli í hérna með hljóðfæri, ásláttar hljóðfæri og svo framvegis. Ég hef ekkert farið inn í stjórnmálasamtök. Ég var þó, einhver tíman var ég 11. sæti hjá VG. Sá fljótt strax eftir því vegna þess að bara rétt fyrir, bara það var búið að setja mann á lista, þá heyrði maður verksmiðin á Bakka sem að Steingrímur vildi fá með öðrum þarna og það klúður og svo var ég núna, ég skráði mig í sósíalistaflokkin til þess að borga, við skulum sjá, ég var á sæti 3. lokasætinu, ég veit ekki hvar, í Norðausturlandi. Ég varamaður í stjórn þar og það er bara fínt fyrir mig. Já, nú ber virðingu fyrir félagsstarfsemi, en þú ætlar ekki að vera í fararbroddi þar. Og yfir höfuð svona þetta að vera í fararbroddi, það er ekki beinlínis svona þinn stíll, eða hvað? Jú, ég hef alltaf verið fararbroddi, séð hópa ferðamanna og stýrt þeir gönguferður óbyggðir Íslands. Ég alltaf í fararbroddi við kvikmyndaframleiðslu og kvikmyndagerð. Þarf alltaf það að vera í fararbroddi að þurfa að taka á sig að taka ákvarðanir. Já. Ákvarðanir kosta mikla orku. Já. Og þar hef ég verið í fararbroddi. Ég ekki sem sagt endilega sýnileg í pólitísku lífi. Nei. En þú ert þarna í Berlín. Já. Og voru það svolítið svona skemmtileg vilt ár. Þetta var þetta allt öðru sér núna. Nú Berlín svo sæt og fín og hipsterarnir út allt og allir tala ensku og allir brosa. Þetta bara óeðlilegt miðað við það á Berlín, það sem þegar ég kom þarna, þá var þetta eyja í Vestur-Berlín, ég var í Vestur-Berlín, inn í Austur-Berlín og þangað fóru allir þeir strákar sem vildu komast hjá herskildu. Já. Það var reyndar hægt að fara í borgaralega vinnu eða þá að flytja til Berlínar. Þannig að kynjaskiptingin í þessari borg var mjög ójöfn. Ég heyrði einhvern tímann 1 kona á 6 karlmenn, eitthvað svona. Þetta var mjög menguð borg út af brúnkólareiknum að austan og gamlum ofnum, kakkalofnum og mjög ódýr, hún var niðurgreidd. Ég alltaf að tala Vestur-Berlín og til þess að halda þarna fólki og við vorum auralaus sem sagt, bara stúdentar þannig, en ég var þó miklu ríkar en þau vegna þess að ég fekk send hérna námslánin íslensku voru betri og við byggum stórt í þessum gömlu borgarlegu húsum frá 19. öld
þar sem maður fór bara sal úr sal eða þá í þessum verksmiðjuloftum sem voru jafnstór. Þetta var skemmtilegt, þetta var skrítið og öðruvísi sem sagt og mikið ungt fólk og afskaplega töff. Já. Þetta var svona tilgerðarlega töff og leðrað og kúl. Maður gat orðið jafnir þreyttur á því, sko. Þetta var svo forskrifað. Við erum þá að tala hegðun jafnaldra minna. Já, en þú varst nú töffari líka. Ég lærði þetta líka. Ertu töffari? Ég lærði þetta líka. Já. En svona, sko, en hins vegar var þetta þessi stæll í samræmi við aldagamlan borgaranda. Til Berlínar hafði fólk komið allstaðar að, innflytjendur og flóttamenn. Frá slavnesku löndunum og sunnar allstaðar. Þetta var sapppottur, sko. Og þar, sko, ég held að Goethe hafi kvartað yfir framkomu Berlínarbúa. Hitler hataði Berlínarbúa. Og vegna þess að þeir voru svo gráir og grár húmor og Goethe sagði að þeir væru loðnir með loðinkjaft, ég veit ekki hvað hann sagði nákvæmlega. En sem sagt þetta var, maður þurfti fljótt að læra að gera greinamun á sem sagt því að vera snöggur upp á lagið og svara kalt og vera grár fyrir játnum en fyndin eða þá bara beinni ókurteisi. Fyrst í stað tók veturinn áður en ég gat greint þarna á milli þar sem að maður bara baunaði á móti og þetta var glens. Eða þá hvort að bara upp á þýskan máta bara maður öskraði á móti. Vá. Já, þetta var gat líka, ég man eftir grein þar sem var kvartaði við þjónustu pósthúsinu við Hallersins Ufa og bara hálfsíðu grein fyrir aftan á Tageszeitung og þetta var nú akkurat fólkið á þessari pósthúsi hafði grætt mig því ég ætlaði að kaupa frímerki fyrir 10 pfenniga. Sko þetta var líka stællinn. Sko. Þannig að þú þurfti að herða það svolítið upp svona? Afskaplega mikið. En varstu ekki söm kannski svona eftir þessi svona Berlínar? Ég var nokkuð hörð fyrir vegna þess að ég var með og vinkonur mínar, við bjuggum á Laugaveginum bara áðurnum við erum 20 og þarna sem sagt var svona samkomu staður þeirra sem reyktu hass og hass lögreglunar og rennir í mikið og við vorum 4 stelpur og þetta voru allt strákar í heimsókn hjá okkur. Þannig að þú hefur verið hálfgerður vandrað unglingur? Nei, þetta ekki voru við að standa í þessu, þetta voru gestir okkar. Já. Og lögreglan alltaf fyrir utan að njósna þar til að vinkonu minni einni þarna af þessum 4 menningu fannst þetta ótækt og við fórum saman til yfir lögreglu fíknó og kvörtuðum yfir því að það væri stöðugt verið að njósna okkur og hann sagði, já þetta gengur auðvitað ekki stúlkur mínar og þetta var aflagt. Nú já. En sko Þetta var svona, hvað ég var að segja, útigangslið, sko, og ég var dyravörðurinn. En var þetta ekki heimilið þitt? Jú, já. Á Laugaveginu og ég var dyravörðurinn og það, ég hleypti inn eða ekki, sko, og það gerði mig harða. Okay. Góður skóli áður en ég fór til Berlínar. Vá. En þú verður síðan svona dálítið, já, þú færð þarna alveg skólun í að vera töff og svara fyrir þig og einhver þegar þú kemur tilbaka síðan hvað fórst betur í Íslands og var það þá þessi kynslóð líka þín, sko, að fólk sem fætt svona þetta leiti, þetta eru svo allir töffarar oft og koma til Íslands og það voru þetta götubardagur og svoleiðis allt. Já. Ég var bara í morgun að minnast þess þegar
slökkviliðsbíllinn sprakk. Það var út af þessari sprengingu núna nýverið í Vesturbænum. Og ég hugsaði, Guð, þarna hefur einhver dáið. En Guð sé lof dó enginn. Þetta var ótrúlega. Já, í Berlín voru svona götubardagar. Man var nú bara leiður á þeim. En það sem að gerðist, ég átti svo góða vini þarna og ég endaði loks í húsi sem verið var að gera upp, húsi í fóstri. Þeir strákar höfðu tekið og ég var þarna ein brádindi bandi, sem sagt stelpan í hópnum og það var mjög skemmtilegt og við fórum út á hverju kvöldi og það var aldrei fyllir í, 1 bjór, 2 og talað endalaust. Svo fór ég heim til Íslands og það var þögn og ekkert neitt. Ekki nema með sískinni mín en ekkert svona handlegt samfélag. Nei. Áður en svo lendi ég, sem sagt, ég var móðir í annað sinn og þess áttar. Og aldamótin fór ég aftur til Berlín og var þar í heilan vetur. En áður en ég lagði af stað, þá út af einhverju, Árni Daniel Júliusson hringdi í mig, hann var að taka til. Og hann fann ljóð eftir mig. Ég hafði beðið hann að semja lag við þetta ljóð, en hann var með pönkhljómsveit. Mér minni hún heiti Vonbrigði. Minni mig. Og hann fór með ljóði og mér fannst það bara nokkuð gott. Og svo fór hann að segja mér frá því sem að hann væri að gera og vinir hans, en það var að setja Reykjavíkur Akademíuna á fót. Já. Og lýsti svo hvað þetta væri skemmtilegt og þetta var sem sagt 1999. Og svo fer ég út til Berlínar og svo kem ég tilbaka og mér leiðist ofboðslega í Reykjavík. Og man þá eftir þessu samtali. Og ég og Dóra systir mín, við förum og sækjum Og það var svona smá vandkvæði að því að þetta eru fræðimenn og við vorum ekki fræðimenn, en okkur var nú hleypt inn og þetta var skemmtilegu tími, skal ég segja þér. Þarna sátt hver í sínum klefa að grúska eða að stúdera, en svo var þetta stóra borð og útsýni út á flóan. Matmálstímum og kaffetímum og svo skemmtilega samræður úr svo mörgum áttum. Þetta var svona fólk af öllu tægi sem var að grúska, sakfræðingar, guðfræðingar, líffræðingar, ég veit ekki hvað, tónlistafræðingar og eða eitthvað. Og sko, allt þetta varðandi þessar heimildamindir, þetta er fóðrað af þessum samtölum. Þarna þessi þverfaglega nálgun, þetta fær vökvun þaðan og svo ég þakka Reykjavíkur Akademíunni heilmart. Sko, gaman að heyra. Og Árni Dali náttúrulega skrifaði síðan sögu Reykjavíkur Akademíunni seinna. En þannig að þegar þú kemur og sko það vantar samræðuna og svo henni, það er reynt að gera ýmislegt til þess að koma henni á með Reykjavíkur Akademíunni og nokkur fleiri svo stofnunum, það gerist ýmislegt svona. En hvað með bara eins og í Berlín, hvað með sko þú tekur þátt í svona pólitískri pælingum og list þetta voru svona samræður eitthvað sem eitthvað fannst skipta máli. Já, þarna voru í þessum hópi þetta voru málarar í Berlín og kvikmyndagerðamenn. Og þessi strákar, þessi klíka sem þú varst í. Já, ég var nú ekki ein ég var svo eina sem bjó með þeim í húsinu, en svo voru fleiri þarna. En var ekki svona, má ég spyrja óofpersónulega kannski, en sko, þú veist, ef það eru 6 karlmenn á móti einni konu í Berlín á þessum árum. Það var ekki út af mér sem það voru, ég var ekkert númer þarna. Nei, en ég var á séns með einum þeirra. Séns, já, en ég minna var ekki líka svona einhvern veginn svolítið byltinga frjálsræði í ástarmálum og verið að pæla í þeim? Í þessum hópi var algjör klemm og dapurlegt að horfa upp á.
vegna þess að ég bara vorkenndi, sko, það var þarna ein miklu eldri kona sem að fór mjög illa með þarna yngri unga stráka. Og svona, þeir voru engin börn. Þeir létu þetta gerast líka. En ef þú ættir að, ekki kannski koma upp minjasafni þitt ástarlíf, en ef þú ættir svona að segja ævisögu þína í ástarsögu þína í nokkrum setningum, geturðu byrjað henni? Nei, ég get það ekki. Nei. En hins vegar, ég myndi láta það hana liggja milli hluta. En mér fannst falleg setning. Það var leikrit sem var gert svo kvikmyndum. Þarna var Rimbaud og Verlaine. Já. Þegar ég vakna á morgnana og hugsa til allra elskuða minna, þá ég trú þeim öllum. Mér finnst þetta mjög falleg setning. Já. Vegna þess að þetta fólk sem hefur gefið manni mikið. Maður vonar að maður hafi ekki verið helvítis kvæ. Hvað þýð það? Kvæ? Gömul reykvíska góða mín. Já. Kvikindi. Já, kvikindi. Helvítis kvæ. Kvæ. Kvikindi bara. Þetta ekki töku orðu dönsk? Ég veit ekki. Ég verða ekki, ég hef aldrei heyrt þetta, en mér finnst þetta bara passat alveg vel inn svona í dag. Sko, mamma ólst upp á götunum í Reykjavík og þar, til dæmis, þaðan hefur maður góð orð. Þannig að þú svona mix af þeim orðaforða og svo berlínska. Þegar stundur þá kom svo skemmtileg, hún gerði það viljandi, flámælska hjá henni og svona dönsk tökuorð. Hjá pappa komi líka dönsk tökuorð. En fjölskyldulífi þá, ef þú skautar svona hratt yfir hérna elskugana og ástarlífi svona, þá við bíðum bara eftir þeirri ævisögur, en fjölskyldulíf hægt að þú átt 2 börn, ekki? Jú, og það bara allt gott börnin mín að segja sem eru uppkomin. Hann býr í Los Angeles, auðvitað fer mig að vita af honum þar, þótt að honum líði afskaplega vel. Hann að bíða eftir græna kortinu. Ég með mestar áhyggjur hvort hann fái það nokkuð tíman. Eins og staðan Út af hverju, að því að hann með kommunisma í blóðinu? Eða? Ég reyni ekki að fara aftur. Ég fór í fyrra til Bandaríkjanna í heimsókn, þannig að það var mjög skemmtilegt og fór upp í þessi ótrúlegu fjöll og sá þessi ótrúlegu tré, þessar rísafurur og þetta var svo merkilegt allt saman. En ég reyni ekki að fara aftur, ekki á meðan þessi stjórnvöld eru, vegna þess að þeir las ég núna í þýsku blaði, farnir að nota gervigreindina til þess að skanna fólk. Það þýðir þá ekkert lengur að fara með straujaðan síma svo þeir komist ekki í Facebook og samfélagslega miðla. Það bara, þetta persónunjósnir eru komnar á þennan skala sem að ekki þægilegt og þá fer ég auðvitað að hafa áhyggjur og það má kannski vera líka aðsóknarkennd hjá mér. En ég auðvitað alin upp í húsi sem að var njósnaðum. Það var alltaf klikk áður en símtali hófst. Þarna þegar bara í kringum 68 og þá. Já. Það var njósnað heima síminn. Ég foreldruðinu? Já. Og hérna mamma, þegar við fórum að mamma stökk upp úr stólum og sagði, það verið njósnað okkur. Já, svo, ég meina, þetta var bara einhvern veginn viðtekið, Og ég hef alltaf alist upp með þetta að maður hafður í sikti. En þegar þetta fyrir að varða börnmanns á svo hættulegan hátt sem að stjórnvöldin í Bandaríkjunum geta orðið, þá fer mig, en ég til dæmis þetta samtal.
bara það sem ég að segja núna. Þetta er hættulegt. Já, við náttúrulega bara erum á mjög hættulegum tímum. Já. Og það er allt gott að frétta sem sagt af honum og hann mjög glaður með ný kvæntur og þau eru svo glöð og það er gott og eins dóttur mína, hún er að brasa margt og mikið og líka með sínum kærasta. Og nýbúin að kaupa íbúð, svo allt í lukkuna standi. Finnst þið að sé orðið svona yfirhersla hjá mér einhvern veginn? Já, ég líka orðið aldrei hrætt, sko, núna. Ég var svo einhvern veginn mikið mun að hafa þetta á persónulegu nótunum en ég... En þú heyrir að ég alveg sko flökti svona, ég eins og kolkrabbi búin að setja blekský og svara yngur. En ég sem einmitt, en það er kannski bara þess vegna líka sem maður hefur áhuga á svona prófa, veit hvað, af því þú ert greinlega góð í líka því að tala undir óstoltið og ert með þetta sem auðvitað frá miðöldunum bara að segja og í öllum allræðisríkjum eflist svo orðræða að segja hlutina þannig að þeir skilja sem þurfa að skilja en hinn sem eru ritskoða eða... Sem oft gott fyrir listir. Já. Það til dæmis með bæði með í Rússlandi, sko, við að tala á 8. og 9. áratug síðustu aldar og líka á Spáni undir Franco og líka í Tékkó það var óbáslega gróska fólk fór í leikhús og horfði á leikritin og þau gerðust alltaf á 2 sviðum sko. Já. Það sem sagt var að það sem mynd var og mikið hlegið þetta sagði mér tékknesk kona og þetta þekki maður. En var þetta ekki í Berlín einmitt fólki sem var, eins og þú segir, kom kannski flóttafólk héðan og þaðan blómstraði ekki svolítið svona... Sko það þarna í Berlín það var, þá var ég í rauninni að tala sögu Berlínar nokkuð langa en þegar ég var þarna að þá höfðu vissulega margir komið frá Austur-Þýskaland og einu sinni meiri segja náði ég því að vera handtekinn á Austur-Þýsku lögreglunni og stungi í fangaklefa. Það var nú bara fyndið, sko. Já, ég var að spila biljart, púl nótt og eitt sem hafði komist yfir bað mig að því að ég var sem sagt þarna útlendingur og þurfti ekki það var ekkert erfitt fyrir mig að fara yfir bara já, og með jólagjafir en þessa nótt hafði verið drukkið töluvert svo að ég var mjög timbruð barnið því að fór yfir þurfti að kaupa þessi 25 mörk skildu kaup og svona en ég var strax gripin að því að ég var í þessum erindagjörðum og mér var stungið inn þar sem ég gat sofið úr mér og það var ágætt og svo bara sögðu þeir mér að ég var ekki að gera neitt ólöglegt að skoðu adressubókina mína og sáu þarna auðvitað nafn Helgu, Novak og fleiri svona nafn en þeir létu mig fara og ég tók sporvagnin og skilaði með gjöfunum en lengri var það ekki sú saga en þetta fólk sem fór yfir og var í Vestur-Berlín að það var oft í erfiðum aðstæðum vegna þess að það var ekkert beint skilningur ég man til dæmis að eða hvað þá það var eitt sem að fór alltaf til Austur-Þýskalands og kynntist neðanjarða punk hljómsveitunum þar sem spiluðu gjarnan sko þau kirkjugörðum og kirkjum og hann kjaftaði svo mikið þetta þau voru öll hýrt sko það var ekki beint skilningur á því hvað var í gangi þarna fyrir austan Nei. Þetta er ógn en þú hefur komið svona aðeins í snertingu við einhverja alvöru ógn þetta var nú bara meira sko, ég var óskup kærulaus eða tók þessu létt og En ég minna nót til þess að núna þegar þú segir kannski
Fyrir sumum þetta svo alveg fjarlægt þegar verið að tala það sé kannski verið að njósna síma eða hlera síma eða verið að nota gervigreindina til að fá persónulegar upplýsingar. Þú veist að þá mitt fyrir mörgum það bara eins og algjör paranoia og svona samsæriskenning sko. En kannski fyrir sumir hafa kynnst því, hafa verið í löndum þar sem mitt þetta tíðkaðist. Og þetta tíðkaðist á Íslandi. Já. Og tíðkast kannski, en ég veit það ekki, ég hugsa óskup lítið þetta og ég verð að segja, við vissum þetta en við vorum aldrei taugatrekt yfir þessu. Nei. Ég ólst upp fyrir neðan Háhýsir. Þetta voru svona nýtísku hús með stórum gluggum, við höfðum ekki fyrir að draga fyrir. Nei. Það var fylgst með okkur, við vissum það, mér fannst það allt í lagi. Ég heyrði viðtal við konu sem var að segja, hún var lömuð, hún var að segja að hún hefði nú nóg við að vera, fylgjast með fjölskyldunum fyrir neðan gluggan. Og það voru við. Já. En það var bara fallegt. Já. En þú bara með svona svolítið sjálfstrausta úr kannski barnæsku að þér þið svona nokkurn veginn sama hvað öðrum finnst þig og þitt líf og þín listaverk. Það nú arfur úr föðurhúsum. Já. Og móður. Já. Maður hugsar ekki það, þá getur maður ekkert. Maður verður að koma bara fallega fram. Eða það að segja gæska, reyna að vera góður. En ekki gott veganesti eins og þegar þú fer út á land á Íslandi til dæmis og bara að vera mitt að finna það þér sama eitthvað hvað einhverjum. Mér finnst afskaplega gott því ég tek eftir því að fólk hneykslast ekki á því að maður skrítinn. Af því að þetta maður skrítinn. Hver það ekki? Og það þarf ekki að hugsa þetta. Og náður að kenna börnunum þínum það líka, svona, gefa þeim það sjálfstraust að þau ættu að fara sína eigin leið og mættu vera skrítin Ég veit ekki, þau fara sínar eigin leiðir. En aldrei hef ég nú messað yfir þeim ekki það ég viti, en svo kannski myndi segja allt annað ef þau væru viðstödd. Ég auðvitað að við erum að spyrja þau. En þú verður ekkert verið svona, þegar þú kemur til Íslands og finnur ákveðna þú ert þannig að lýsa nokkur svona tímaskekkjum í þróun tíðaranda og svoleiðis og það kannski þú ert að koma út úr samhengi þar sem meiri opnun og meiri svona almenn og róttæk umræða kannski bæði á listasvið og í pólitík. Út í Berlín? Já. Og kemur til Íslands og en svona í þínu hversdagslega lífi svona á Íslandi þá hefur ekki fundið til innilokunar eða þú værir dæmt. Aldrei. Nei. Við höfum allt, ef við viljum. Við höfum mikið félagslíf, minnst okkast í Reykjavík og þar sem við erum annar staðar getum við búið það til nema auðvitað. Maður verður að hafa fólkið sitt. Þess vegna, sko. En ég þarf ekki að fara til útlanda til þess að finna fyrir þeim útlöndunum. Eða, mér þykir gaman, hvenær fór ég síðast út? Jú, ég var á ferð í lestum, 60 á sérstöku korti, 60 plus. Og fórum Sviss og var hér og þar, Frakkland og Þýskaland og bara á stöðum þar sem ég hafði áður verið að heimsækja fólk, vini. Og svo þar áður fór ég til Georgíu. Það var mikið ævintýri vegna þess að það 8.000 ára gömul menning, Evrópumenning. Þaðan kemur ljósi liturinn og bláu augun úr Kákasusfjöllunum. Og þaðan hún Medea sem hittir Jason og öll sú saga.
rauðvínið. Reyndar sko ekki segja neitt við Frakkana, þeir fussa yfir georgískum vínum en Georgíumenn voru fyrstir og bruggaða allt öðruvísi en Frakkar eða sem sagt eins og nú vani. Þetta auðvitað gaman að ferðast. En ég þarf ekki að gera mikið af því að ég að gera annað sem mjög skemmtilegt. Og þú ert náttúrulega bara upptekið með að heyrist mér svolítið að byggja upp landsbyggðina á Íslandi og svona taka þá allavega leggja þetta mörkum að það ekki gera samfélögin. Þetta líka nautt að vera að búa til. Það svona ormur hérna sem ringsnýst sko og hefur gaman þegar maður að búa til. Já, og þá skiptir ekki máli hvort þú ert að búa til heimildamynd eða skrifa eða gera upp hús eða... Nei, þetta það sama tagi. Og já, að sem sagt eins gaman nú að lesa góða bók eða sjá fallegt landslag eða sjá nýtt landslag og svona, allt þetta. En svo þarf það að skiptast á við það að búa eitthvað til, jafnvel úr því og svona, sko. Ég get ekki alltaf verið að lesa bækur. Nei. Ég get ekki alltaf tekið inn, ég þarf líka að setja út. Eða þá að ferðast. Mér finnst gaman að vinna í garðinum, rækta blóm og grænmeti, þetta svona dálítið nýtilkomið. Nokkura ára áhugamál. Og fylgir það sko þinni landsbyggðar veru, það að búa út á landi, þér finnst að vera með annan fótinn út á landi og í náttúrunni svona, það þér mikilvægt. Garðrækt allt annað en að vera í náttúru. Garður gerður á mannanna höndum, skipulagður og úthugsaður. Náttúran vilt. Það þetta sem þeir átta sig ekki á þegar þeir að planta niður vindmöstrónum og sem þeir vilja gera, eiga eftir að gera nema þeir verið stoppaðir og svo framvegis. Það þessi virðing gagnvart náttúrunni og því vilda. Það ekki það að temja náttúruna. Það allt í lagi að gera þá sumstaðar í landbúnaði. Maður setur ekkert, plantar ekki trjám út allt. Maður setur þau í afgirtan reit nema þar sem að maður leyfir gróðrunum að jafna sig og taka við sér. Þannig að náttúruverndin svona, þú ætlaðir að vera náttúrufræðingur en var listakona en þú ert náttúruverndarsinni, það ekki svolítið verið virk í náttúruverndarbaráttu? Já. Og væri gaman ef að við hefðum fleiri aðferðir við náttúruvernd. Og þá ég líka að tala loftslagsmálin. Þetta ekki eitthvað sem að lagast eftir byltinguna. Þetta eitthvað sem þarf að gera núna, byrja á og þeir sem að sko það þarf að raforku, allir elska rafmagn auðvitað en það í hvað það sett eða þá líka að það þarf að hvernig það unnið. Af hverju að reisa möstur þegar hver og einn getur haft sitt möstur í garðinum eða sína vindvél og þess áttar. En þetta ekki það rímar svolítið við þína hugmyndum þannig kenningunum hvernig íþróttahreyfingin eða ekki íþróttahreyfingin allavega hvernig kannski svolítið ekki nóg hlúða því að hvetja börn til þess að skipuleggja sig sjálf og hvetja fólk til þess að skipuleggja sig og finna sína leið og kannski þarna samfélögin út á landi sem að þú vantar stundum að bara efla þannig að þau sjálf geti látið þessar hugmyndir sem eru bara alveg gríðarlegar hugmyndir oft í þessum samfélögum út á landi en það einhvern veginn hafa verið kæfðar niður eða það kemur alltaf eitthvað svona eins og eitthvað smá að bjarga eins og þú nefnir þarna bakka eða eitthvað þessi stóri bjarg svona hugsað stórt. Já. Hugsa stórt og hugsa fyrir. Hugsa fyrir hinn. Já. Ég hef ekki lesið bók sem heitir Small is Beautiful. Ég hef ekki lesið hana. En titillinn góður. Já.
Ég held að það þurfi alltaf að hugsa á tveimur sviðum sko. Í breiðfylkingu það má alveg hugsa stórt stundum. En það þarf bara sko ekki það að ryðji burt og skemmi. Það þarf að vera á tveimur sviðum. Það er líka margoft hægt að nú tala ég mjög almennt sko að draga úr stór risaframkvæmdum með því að hugsa stórt á öðru sviði og sjáum bara garðyrkjubændur. Þetta eru bændur sem eru að rækta fyrir okkur grænmeti sem og það kemur í veg fyrir óhemjur flutninga á grænmeti til landsins. Þetta er okkur til góða, þetta er landinu til góða, náttúruvernd, loftslags, þetta er þeim sjálfum til góða, en íslensk stjórnvöld drullast ekki drattast ekki til að niðurgreiða rafmagnið til þeirra en til Alcoa sem setur sitt ál í hertól, stríðstól, það greiða þeirri niður. Þetta er svo undarlegur feill. En er þetta ekki líka einhvern svona bara nýlenduhyggja, þetta mér allt í sko þessi, einmitt þetta er bara landsbyggðin verður svona eins og forðabúr fyrir og landið. Já, landið og það er bara hætta á því að Ísland verði bara raforkupallur raforkupallur, tala nú ekki ef kallinn þarna gerir eitthvað sem ég trúi ekki að fara að ráðast á taka yfir Grænland. Já. Námuvinnslan þar, sko. Það er líka annað þetta eru dálítið leiðilegt að horfa upp á svona sjáðu Landsnet. Þetta þarf að leggja línur. Af hverju eru þær ekki lagðar í jörð? Það kostar mikið. Út af tollum. Af hverju er ekki tollar felldir niður af því að það er svo miklu ódýrara að geyma þetta í jörðu út af bílunum og álagi, veðurálægi. Svona þeir vilja ekki, eru þeir að halda einhverju verslun gangandi fyrir vín, núna verð ég fulla samsæriskenningum. Vin og vandamenn eða hvað? Nei, af hverju er ekki svona eitthvað lagað? Og er ekki eitthvað lagað, en upplifur það ekki með Býrð og Raufarhöfn, sko, sér ekki svona, hvernig hægt væri, kannski á einfaldan hátt að laga eitthvað til þess að væri sko miklu betra að búa? Það er mjög fínt að búa á Raufarhöfn eins og nér. Já. Það er afskaplega gott vegna þess að þarna var miklu stærra samfélag áður en kvótinn fór, síldin fór og svo var kvótinn. Nú er það strandveiðin, helst, og svo ferðamenn. En innviðirnir sem voru fyrir þegar byggðin var þarna stærri, þeir eru þarna enn. Og það er skóli, elliheimili búð, læknir, heilsugæsla, sundlaug, það er allt í staður og mjög fínt fólk. Það vantar ekki. En eins og maður horfir upp á Seyðisfjörð, það eru tvær allavega sem kallast sviðsmyndir eða svona framtíðarsýnir sko, annars er þetta að fara eftir því sem íbúarnir og þeir sjálfur reyni þá að einhvern veginn efla atvinnulífið og eins og þeir hafa gert. Og svo hins vegar að koma svona eitthvað stór, svo eru kannski nokkri sem vilja þá fá hjálp og koma upp einhverjum stórum iðnaði sem að hinir þá segja að muni þá eyðileggja, eins og segja ryðja burtu. Ertu að tala um fiskeldið? Já. Og víða, mann finnst svolítið svona víða land á Íslandi vera komið meira íbúarnir vilja bara hafa dálítið það að segja. Það er nú bara hreint og beint með ólíkindum að ekki skuli vera tekið tillit til vilja íbúana á Seyðisfirði. Já. Það er bara lýðræðis halli og bara til skammar fyrir sveitafélagið. Nú er það svo að ég var á borgarafundi fyrir norðan nýlega út af deiluskipulagi
og án þess að búið sér ákveða nokkuð var nú farið að gera ráð fyrir vindorkugarði. Það var þó búið að lækka þessi möstur, það er ekkert búið ákveðan, það er búið að teikna inn. Fólk var hissa, vegna þess að almenningur er á móti þessu. Þarna er mikið fuglaland, mikil víðátta. Þegar heimskautagerði var reist, þá var talað það og ég veit nú ekki hvort það var samið það er talað að sem sagt að þessi víðátta skildi haldin vegna þess að heimskautagerðið það voru íbúar sem reistu það eða voru frumkvöðullin og það dregur að sér ferðamenn og Instagram ferðamennina alveg þarna í Hrönnum og það er sem sagt búið að teikna þetta inn jafnvel þótt að ekkert sé búið að samþykkja eða gera nokkuð. Hvað er þetta? Og þetta er einhver fyrirtæki er þetta ekki Frakkar þannig gróðafyrirtæki með Íslendingum og jú, ég hef alveg átt svona samskipti á Facebook það sem verið að tala sko að þetta sé til heilla fyrir umhverfið. Það er ein stór spurning hins vegar alltaf varðandi loftslagsvandan. Við á fyrsta farimi, við getum ekki gert ráð fyrir því að við munum ekki þurfa að skera niður neysluna og lifistandardinn. Við munum þurfa það og best er að gera ráð fyrir því strax og að Teslurnar okkar einhvern tímann þær verða ekki sko, þetta atriði ég held að þarna sé komið svona, þetta er kannski eina stóra baráttumálið er að fá fólk til þess að sætta sig við að lækka neysluna eða breytinni. Af hverju þarf ég að keyra í 10 klukkustundir héðan og norður á þetta stél sem Melrakkaslétta er þegar ég gæti setið þarna í góðu næði og farið með almenningssamtæki, samgöngutæki. Já. Ég hef tekið strætóinn frá Akureyri til Reykjavíkur, það var svo gott og ég tók ekki eftir því að tíminn liði. En það er ekki hægt að halda áfram þaðan frá Akureyri til Raufarhafnar eða sko þarna er stopp sko. Svo ég get ekkert, ég varð að keyra þetta. Að ég eigi að fá mér rafmagnsbíl. Og hvaðan er þetta efni sem er notuð í þessar rafhlöður? Þetta eru börn að vinna í námum í Kongó. Hvers konar náttúruvernd er það? Tek ekki þátt í þessu. Nei, þannig að þú ert fulltrúið svona þess annars konar sjónarmiðs allavega einn af þeim fulltrúum út á landi til að minna á að við þurfum að fara, hver veit þarf að fara sína leið og vera svolítið, og við þurfum að fara sína leið en samt er það almenningssamgöngurnar sem að verður að styrkja. Þær eru fyrst og fremst. Ég er á bensínbíl. Hann er 23-24 ára gamall. Toyota RAV. Ég forðast að keyra hann hérna í Reykjavík. Ég er á hjóli hér nema í dag að því að ég er hitaslæðing. En það er kannski og hefur verið mælt að það er meiri, það er hollara umhverfinu að nota bílana til hins ítrasta áður að setur þá í pressuna heldur að kaupa nýjan umhverfisvænan bíl. Já. Fullnýta þá. Fullnýta þá. Ég er í fullnýtingu. Ég er í skrjóðum. Já. Ég líka. Það er nú gott að fá svona virkilega góða réttlætingu á skrjóðunum greiðanum þegar eða svolítið miklu samstundum.
En það svolítið freistandi að pæla í svona koma almenna kenningum þetta að fara sína eigin leið og þóra að rífa kjaft og eins og þú gerir fara og gera myndir sem að þú hélst kannski enginn vildi horfa á eins og súðbyrðinga og hérna alls konar sem að bara svolítið eins og Shakespeare sagði for the happy few. Já, for the happy few, já. En svo ertu líka með samt þessa for the happy many, sko, í pólitíkinni þar að segja almenningssamgöngur og náttúruna fyrir alla og þannig. Þar Heyrðu, má ég aðeins tala þetta, já. For the happy few. Það nefnilega fólk vill horfa á heimildamindir í sjónvarpi. Það hefur alveg verið mælt, ekki hér á landi en erlendis. En kvikmyndasjóðir vilja gera heimildamindir en sjónvarpsstöðvar vilja gera svona infotainment sem að, og þarna rekst á, sko. Og það hvort tveggja reynt hér, sko, en ég held nefnilega, þrátt fyrir allt, að ég hafi kannski fleiri áhorfendur en 15 sem að hafa gaman af myndunum mínum, kannski 20. Nú, það það til einhver sparist þá sem listakona. En þú heldur að það koma nú svolítið margir inn í tankana, lýsistankana sem verða listatöngum. Ég viss að það fer auðvitað. Og kannski verður hægt að sýna myndir þar líka? Kannski, já, það komin. Hvenær verður hægt að koma, veistu, hvenær svona á áætlunni verður hægt að heimsækja tankana? Það fyrsti viðburðurinn, það alveg sagt viðburði, það helgina þarna, síðustu helgi í júlí. Nú. Þá hljóðlistahátíð og svo sem að stendur fyrir henni, þetta sem sagt samstarf tankana og Óskarsbragga og forstöðu Berglind María Tómasdóttir og sem kemur með fjölda vína og samstarfsfélaga sem nota bæði Óskarsbragga og tankana í að gera músíkölsk hljóða symfóníur. Og svo höfum við heimamann, trúbadúrin Brimi, það Þorgeir Brimir Harðarsson og hann spilar bubbalög og lög eftir sjálfa sig. Ég heyrðan taka lag afskaplega fallegt eftir bubba í tankinum öðrum. Aðeins annar tankurinn sko orðin klár til svona. Nú, svo höfum við í lok júlí. Það kannski svona aðal viðburðurinn og það eru hjónin Sigga Björg Sigurðardóttir og Mikael Lind. Hún teiknar og gerir svona video stop motion, sem sagt, það afskaplega mikil verk, teiknar hverja mynd og svo aðra og þetta breytist og þetta verður sýnt af skjávarpa. Þetta eru mjög fallegar abstrakt myndir, svona jaðra við að vera bæði abstrakt og lífrænar, sem sagt. Og þetta sýnt í hring og af tæki sem að hálfgildingsheimamaður að hanna. Og Mikael, hann býr til tónlist, hljóðlist, að ég held. Ég hef bara einu sinni séð verk eftir þau, en hreifst mjög. Og þetta samvinna þeirra á milli. Og bæði þau vinna líka út frá staðnum. Tankinum og Raufarhöfn og hann fer og tekur upp Humbrimann og hinn og þessi óhljóð og setur allt í saman. En þú trúir því alveg að list og sköpun það sé ekki bara eitthvað til skrauts út á landi, það skipti miklu máli og þú þá talaðu að vera í fararbróti, þú nú þá í fararbróti að ekki gleyma Snorra Frey, sem að hann hefur með Óskarsbragga líka lagt margt merkilegt til og þarna hafa komið margir listamenn, hann hafði svona 3 ára akademíu, svona fólk hittist
og ræddi og bjó til og það var sýning núna í sumar sem leið og það verður að segjast að íbúar Raufarhafnar sækja alla atburði vel. Og núna þegar ég hitti Láru Sóleyju sem fyrir listahátíð Reykjavík og þegar tankarnir fengu hvatningarverðlaun Eirarósar og hún myndist þess þegar hún hafði verið á ferð með symfóníunu hvað vel hafði verið sótt, hvað fólki á Raufarhöfn sótti vel þegar þau spiluðu í kirkjunni. Þannig að þetta nú mjög svona fallegt hvernig þú lýstir því áðan einmitt hvernig það vinnur saman sem sagt öll söfnin, allt menningarstarfið út á landi og svo í Reykjavík hvernig þetta nærir hvort annað og er algjörlega tengist. Já, og þú ferð á milli sem sagt. Þú ert á báðum vígstöðum. Já. Það vantar ekki. Það er nóg að gera þá hjá þér líklega. Nóg að gera. En mikið gott að vera vetur upp í rúmi og dunda sér við hitt og þess, skrif og þess aftar. Sko ég nýt líka vetrar út af þessu næði. Af því það þarf tíma til að skrifa þessa dularfullu bók sem við segjum ekkert en er gera það allt bara, það þarf næði. Og það færðu meira á Raufarhöfn en í Reykjavík eða hvað? Sko það svo mikið verklegar framkvæmdir. Hvað er á Raufarhöfn? Já, núna fer ég að taka af með góður manna hjálp sko fræsa af málninguna til þess að mála á nýjan leik og gera þetta þokkalegt. Gamla kaupfélagshúsið. Já. Og meðan þú ert í því smáa að fræsa þá ertu líka með stóra samvinnuhreyfinguna einhvern veginn, það allt undir svona. Það þarf að halda sig við. Já. Þetta gott hús og í rauninni steypan bara furðu góð. Nema sem sagt þar sem seinna var fyllt upp í gat, svona gat til að upp á lofti, lagerinn var upp á lofti til að setja þar inn og þar léleg steypa og hún skemmir út frá sér sko, gegnum þetta stóra gat sem búið að fylla upp á lélegri steypa þá bleytist. Að því hitt eins og þú lýstir þá var andað í gegn og þess vegna varðveittist. Það var vindurinn bara í gegnum brotna glugga. Pörupiltar hafðu séð til þess að húsið reddaðist. En gaman. Pörupiltarnir eru þá mestu menningar heimastrákarnir. Menningar varðveislu fólkið. Ef að segja þetta gott í þessu helgispjalli og fá kannski aðra skýrslu þegar bókin kemur út og kaupfélagshúsið tilbúið og tankarnir en við verðum að fjölmenna þarna greinilega hvetjum bara hlustendur til að hvetja að fara í júlí viðburði á Raufarhöfn. Bara hvenær sem það já sko í miðjum júlí verið að undirbúa sýningu sem að opnar í lok mánaðar og stendur út ágústmánuð. Nú, já, þannig allt sumar. Það alltaf eitthvað svona á döfinni. Ásdís Thoroddsen kvikmyndagerðar maður og leikstjóri og rithöfundur og bara, menningarkona, ef ekki bara menningarfrömuður og móðir og fleira hjartans þakkir fyrir að koma að rauðaborðinu í þetta helgispjall og það sem ég gerði nú tilraun til þess að fara hún í ættfræðina líka með þessu. Það vonlust mál. Smá draugaði. En við verðum að halda áfram á öðrum vettfangi og náttúrulega verða nefna líka nýju myndina þína frá Ómi til hljóms. Hún verður frumsýnd á Skjaldborg, Patreksfirði, núna Hvítasunnuna. En í haust fer hún í Bíóparadís og eitthvað tíman í sjónvarpi líka. Gaman. Þannig að við erum vakandi fyrir því, kæru hlustendur og áhorfendur. Ég þakka ykkur fyrir að vera með okkur í spjallinu á laugardagsmorgni
og ég þakka Laufeyju Líndal Ólafsdóttur fyrir að vera með okkur líka hér og varpa spjallinu yfir til ykkar og dagskráin heldur áfram á Samstöðinni þessa helgi. Á morgun eru Synir Egils með þjóðmála umræðuna og svo höldum við áfram við Rauða borðið í næstu viku. Óhikað. En kæra þakki fyrir daginn. Ég heiti Oddný Eir og segi góða helgi. Segðu það á Samstöðinni.